Komið sæl, í dag hefur verið norðlæg átt á landinu og víða allhvasst eða hvasst og sumstaðar stormur á austanverðu landinu og veðrinu hjá okkur ræður þessi víðáttumikla lægð sem er hér fyrir austan land og önnur lægðir hér á kortinu fyrir langt fyrir sunnan hvarf og til morguns þá færist lægðin hér fyrir austan okkur hægt og rólega í norður átt en fjarlægist landið ekki ýkja mikið þannig að vindur snýst aðeins á norðanverðu landinu og svo dregur smám saman úr vindi og úrkomu þegar líður á nóttina og á morgundaginn. Og það var kalt hjá okkur síðastleina nótt og fór kaldast niður í 15 stiga frost við Víðidal en hitinn í morgun náði 6 stigum á Fagurhólsmýri en síðan kólnaði þar og hér eru sýndir mestu vindhraðar núna seinnipartinn í dag í Bjarnarey og á Stórhöfða og vindhviður voru að fara og yfir 47 til 50 metrar á sekúndu í Hamarsfirði. Og á hitasviðinu þá er að sjá að það verður áfram kalt hjá okkur og það má gera ráð fyrir að verði eilítið mildara loft við norðausturströndina tíma en svo herðir heldur á frostinu allt land seinnipartinn á morgun og annað kvöld. Og ef við skoðum hér stöðuna í kvöld og næsta sólarhringinn þá hafa verið gefnar út viðvaranir út af vindi á Suðausturlandi og hríðarviðvaranir á hálendinu og hér á austanverðurlandinu og í kvöld þá tekur einnig við gildi hríðarviðvörun á Austurlandi og það er útlit fyrir að það verði nokkuð hvasst og snjókoma og ófært víða á norður og austur hluta landsins en svo seinni hluta nætur dregur úr vindinum og úrkomunni og þá falla viðvaranirnar flestar úr gildi en þó ekki á norðausturlandi fyrr en líður á morgundaginn. Þannig að í fyrramálið klukkan 9 þá verður staðan á þessa leið. Það verður norðlæg átt hjá okkur, vindhraðir svona frá 10 upp í 15 jafnvel 18 metra á sekúndu norðan og norðaustanvert landið og snjókoma þar. Úrkomu lítið hér á sunnan og vestanverðu landinu og hægastur vindur allra vestast á landinu og hitinn svona rétt frá frostmarki og niður í 8 jafnvel 10 stig. Og svo seinnipartinn á morgun þá heldur úrkoman áfram að færa sig hér vestur með Norðurlandi þannig að það má gera ráð fyrir snjókomu einnig á Norðurlandi vestra og vestfjörðum og það dregur smám saman úr vindi og úrkomu hér allra austast. Þannig að seinnipartinn á morgun búist við að verði snjókoma allt norðanvert landið en engar viðvaranir í gildi, skýja með köflum eða bjartviðri hér sunnan til en einhver él einnig á vestfjörðum og við Breiðafjörð og frostið heldur farið að harðna. Og svo fram til miðvikudags þá er gert ráð fyrir því að þetta verði áfram fram á nóttina snjókoma með köflum norðanvert landið en dregur svo smám saman úr því og verða stöku él við norðurströndina og á Norðurlandi á miðvikudaginn og einnig má gera ráð fyrir að gætu komið stöku él hér upp að Suður- og Suðausturlandi af og til. Annars er gert ráð fyrir að það verði austlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýja með köflum eða bjartviðri mest allt austan og sunnanvert landið og einnig á Vesturlandi en lítilsháttar él með norðurströndinni. Og hitinn áfram og vel undir frostmarki víðast hvar. Og á fimmtudag er gert ráð fyrir norðaustanátt með éljum við norðurströndina en yfirleitt þurrt og bjart sunnan og vestan til. Og á sömu sögu er að segja á föstudag áfram snjókoma með köflum allra nyrst og gætu einnig slæðst inn einhver snjókoma hér á Suðausturlandi þegar líður á föstudaginn en annars er gert ráð fyrir að vindur verði fremur hægur og úrkomu lítið. Og ef við lítum hér á önnur lönd í Evrópu þá er útlit fyrir að það verði víða snjókoma í höfuðborgum Norðurlandana, ýmist þoka eða snjókoma víða miðbik álfunnar og á Íberíuskaga er útlit fyrir skúraveður í Portúgal en heldur þurrara á Spáni. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir skúraveðri víðast hvar á morgun og hitatölur ekki ýkja háar og í Norður Ameríku er lægð við vötnin miklu þannig að það er reiknað með snjókomu, slyddu eða skúrum en annars staðar úrkomu litlu veðri. En hjá okkur er útlítur að verði dragi smám saman úr vindi og úrkomu
en viðvaranir í gildi norðaustanvert landið fyrst í fyrramálið en síðan gert ráð fyrir að verði viðvarana laust seinnipartinn á morgun. Verið sæl.